tulemassa tänne Sveitsiin ja toki sitten siellä Nú eru kotikatsomossa mörg myös. finskir aðdáendur sem eru að koma til Sviss. Hvernig er andinn í liðinu? Það mjög góður andi, sjálfsögðu. Menn þær eru spenntar, en það þó ekkert á mikið. Þær eru mjög einbeittar og það fókusinn mjög beint á það sem fyrir höndum og sjálfsögðu að síðustu eru aðdáendur okkar alltaf ákaflega mikilvægir og ef við fáum mikið af þeim hingað til Sviss þá mun það verða styrkur fyrir okkur því að þeir hafa ávallt verið mikilvægir. Okkur hefur gengið vel á heimavelli en að fá aðdáendur hingað skiptir miklu máli. En Natalia, þú hefur líka reynslu á þessum vettvangi. Hvernig líður þér núna þegar þetta að hefjast? Það góð tilfinning. Það alltaf gaman í svona stórum leikjum og að fá að sýna hvað maður getur. Og nú finnst mér loksins að við séum komin í keppnina. Hvað með undirbúningin? Til dæmis þegar þið voruð í Hollandi. Ég myndi segja að okkur hefur tekist að æfa það sem þurft að bæta, en það mikilvægt að hafa undirbúningsleikina 2 til þess að taka á því sem út af stóð, en æfingar og allt það hefur gengið vel og andinn góður í liðinu. Þakka þér fyrir. Einhverjar spurningar frá fjölmiðlum? Spurðið Natalíu fyrst. Allar spurningar til Natalíu fyrst. Beinið spurningum ykkar til Natalíu fyrst. Lyfti hendi ef þið viljið spyrja. Það þýska sjónvarpin. Natalia, ertu alveg 100% klár? Já, ég myndi segja það. Það var góður undirbúningur að spila við Holland. Ég alveg klár. Yes, Aron Guðmundsson from the Icelandic media Vísir. Natalia, what do you consider the main threats in the way that Iceland plays? I think that Iceland is such a tough team. They're hard-working team and physically tough. Íslenska liðið erfitt að takast á við. Þau eru fljótar, snöggar og við verðum að hafa það í huga að þegar þær sækja á og þær eru yfir allt má segja að þær séu mjög góðar og þetta verður góður leikur á morgun, það ég vissum. Aftur frá Þýskalandi. Af hverju hvað það sem gerir liðið ykkar sterkt? Það kann að vera lítið svo á að við séum síðra liðið en við höfum átt góð tækifæri og við lítum svo á að það sé ennþá þannig og við ætlum ekkert að láta standa á okkur því að við munum leggja okkur fram. Og þetta hefur verið sterkt. Við höfum líka verið staðið í öðrum liðum.
Við skulum bara gera okkur grein fyrir því að við verðum ekkert auðveldar viðfangs. Frá Blake í Svitzerland. Ég var nýlega hjá Norðmönnum. Og þar var sagt að þetta væri erfiðasti riðillinn að spá fyrir Hvað segir þú það? Ég sammála, þetta erfiður riðill. Það ekki gott að segja hvernig þetta fer. Man veit aldrei. Þetta verður erfitt. Þetta verða erfiðir leikir og alveg sama við hvaða lið við erum að spila. Söguleg spurning fyrir 20 árum var sögulegur leikur. Þú hefur verið eins árs þá. Hvað heldur sé mögulegt núna með þessu liði? Ég held að nú eftir 20 árum getum við gert eitthvað sögulegt. Við höfum góða möguleika á að komast í gegnum fyrsta riðilinn og ég hlakka til framhaldsins og akkur ekki í þetta lið. Timo Hinnanen, MTV Urheilu. Sä oot tietysti ollut jo monta vuotta tuossa takalinjojen semmoinen itseoikeutettu johtaja. Siihen on tullut Eeva Nyström. Nú hefur þú verið leiðtogi í vörninni og vörnin hefur verið mjög sterk lengi en kannski en sóknin hefur verið vandamálið. Í hverju felst styrkur varnarinnar? Ég myndi segja að persónulegir hæfileikar hvers leikmanns skiptir máli. Við erum með góða varnarmenn. Finnland þekkt fyrir að vera með góða vörn og því kannski búum við að því að þróa það enn frekar. Og þessi styrkur okkar ekki bara falin í þessu. Þetta teymisvinna og eiginleikar hvers leikmanns skipta máli. Áður var þetta börnin sem stýrði leiknum. Hugmyndin núna að þið ætlið ekki að sinna eingöngu vörninni, heldur einnig það mikilvægt að hafa marga kosti í sókninni og við verðum alltaf að byrja með sókn en ef að vörnin góð þá fær það okkur tækifæri fyrir þá sem eru framar á vellinum en maður getur heldur ekki unnið leik nema með því að skora. Og því verður sóknin að vera góð en þó vörnin sé góð þá þurfum við líka að skora. En hvað það sem gerir íslenska liðið sterkt? Það talað það að þær séu mjög vel á sig komnar. Það eru hraðir leikmenn þar, sérstaklega þeir sem eru fram á vellinum. En við þurfum að hafa í huga að við höldum jafnvæginu og höldum, við gleymum því ekki að liðið okkar ekkert ósvipað. Við erum þétt í vörninni og við erum mjög sterkar líkamlega og því held ég að leikurinn verði mjög góður. Vielä kysymyksiä Natalialle. Eru fleiri spurningar fyrir Natalie? Selvä. Sitten voidaan siirtyä Margoon ja ef ekki þá lähteäkin Slash-haastatteluihin. Þá mátt þú fara Natalia í önnur viðtöl. Hyvä. Kysymyksiä päävalmentajalle. Jæja. Eru þá spurningar fyrir yfirþjálfarann?
finnska liðsins. Ég ætla að spyrja af því þú hefur orðið fyrir, það hefur verið meiðsli og vandræði út af því en ákvörðun var tekin að einn leikmaðurinn, þetta góð spurning. Það hafa verið mikil vandræði með meiðsli á síðustu 1,5 ári. En ákvarðanir hafa verið teknar í ljósi þess sem að við vitum og læknarnir og þjálfararnir hafa rætt málefni sérhvers liðsmanns en núna lítur þetta mjög vel upp við það sem það hefur verið undanfarið rúmt ár. Ástandið hjá okkur miklu betra en núna og við vorum taka ákvarðanir í samræmi við það í dag. Getur sagt okkur frá Koivistos stöðu hennar því að það stærsta spurningin. Jú, það gildir líka Emmu að í fyrsta tímalínan lítur betur út, hún hefur verið að þjálfa með liðinu og þetta lítur vel út og það ætti ekki að vera neinn spurningum. Það einn æfing eftir í dag og eftir það þurfum við að taka stöðuna og það eru nokkrir valkostir í stöðunni. Ég hef ekki miklar áhyggjur á þessu því að nú erum við með 20 sem eru hressar og síðasti þriðjungurinn hversu mikilvæg Emma í þessu tilliti? Jú, auðvitað hún mjög mikilvæg en það sem mikilvægt fyrir okkur að eða í hvers skipti sem við erum að velja liðsmenn höfum við alls konar valkosti í stöðunni en það mjög mikilvægt þegar kemur að vörninni líka en einnig hefur það verið hægt að skora á andstæðingarna. Megnið af mörkunum sem hafa verið skorað eru hversu mikilvæg að fara eftir planinu þínu á þessu móti og á öllum mótum. Það ekki bara nóg að vera í vörn. Það mjög mikilvægt ekki bara fyrir einstaka leiki heldur fyrir mótið í heild en sjálfsögðu verður nærri 30 stiga hiti og við þurfum að skipta með skömmu millibili og því mikilvægt að takast á við það verkefni að varast að andstæðingarnar sé að láta okkur hlaupa í vörninu endalaust. Já, og meðan við erum að leika í hverjum leik þurfum að horfa til mótsins í heild og vera meðvituð þá ferð sem við erum á og hugsa hvert við viljum stefna í hverjum leik og við þurfum að vera snögg og til þess að ná árangri verðum við að hafa jafnvægi í leiknum. Emma Koiviston lisäksi toinen tärkeä pelaaja Jutta Rantala on ollut kauan sivussa. Fyrir utan Emma Jutta Rantala annar leikmaður sem verið með meiðsli en hún hefur leikið í hinum leiknum með Hollandi. Já, annar leikmaður sem mjög og það gleður mig að henni líður mikið betur. Hún hefur æft mikið á meðan við vorum í Hollandi allan tíman með liðinu og sjálfsögðu var leikurinn á föstudaginn þegar við séð niðurstöðuna en það ljóst að við ætlum ekki að ræða það mál og ég get ekki látið í ljósi hvort hún verður með eða ekki. En þú myndist á að þið eru mismunandi kosti
tärkein juttu, mitä hän tuo Suomen pelille? Hverja kostir eru, ja fyrst af öllu hún, hefur hún verið með okkur í undan riðlunum í Hollandi og skilvirknin þá helsti þátturinn. Hún helsti markaskorarinn og mesta áskorarinn fyrir andstæðingana. Og nú staðið sér vel í sínu liði. Hún mjög fjölhæfur leikmaður. Hún getur verið mikil ógn úr lengri skotfærum í sókninni með tækni og skipulagningu þar sem að henni tekst að vinna með öðrum leikmönnum og brjótast í gegnum vörnina og líka á milli. Hún mjög fjölhæfur leikmaður og því ég mjög glaður að hafa Jukka aftur hjá okkur. Önnur meiðslaspurning. Gunilla hefur einnig verið með vandræði með ökklan hjá sér. Já, það lítur vel út núna. Hún hefur æft á fullu með okkur. Hún náði sér hratt af þessum litlu meiðslum með eigin liði, en staðan hjá henni góð. Yes, looking at the Icelandic team, are there any specific players in that team that you need to be wary about? Einhverjir sérstakir liðsmenn sem þú ert að hafa áhyggjur af? Já, klárlega. Já, það eru fljótir leikmenn, hraðir. Þeir eru mikil ógn þegar þeir ná boltanum og já, ég myndi segja að Jósattir væri nafni sem ég myndi nefna. Það þurfum að vita hvernig íslenska liðið ætlar að nýta styrk hennar. Þannig eitt nafn handaðir. Make Samusatsi yleurheilu. Jatketaan vähän samasta mitä islantilaiskollega tuossa. Samusatsi frá finnsku fréttamaður íslenska liðið. Þeir hafa verið gráðugar og sterkt lið. Ef þú hugsar finnska frammennina, þú hefur lagt áherslu á að hafa stjórn yfir boltanum og haldunum, en hvaða verkfæri hafið þið beitt hjá ykkur? Við þurfum að sinna þessu hvorutveggja og vera góð í því. Ef það auðveldar okkur að halda boltanum hjá okkur og með því standa í Íslendingunum, þá það til hins góða. En í hver skipti sem við erum að sækja fram, þá þurfum við að varast Íslendingana því þeir eiga góðan kost á því að snúa leiknum. Og í hotspinnunum geta verið snúnar, þær eru fljótar að snúa leiknum og tækifæri hjá okkar felast í því að við þurfum að við getum farið hratt fram og við þurfum að halda boltanum, ekki bara hlaupa fram og aftur því að þannig það myndi hagnast Íslendingum best og við þurfum að vera tilbúin og halda boltanum hjá okkur þegar að sóknin þeirra mætir okkur. Eina spurning enn markmennina. Núna rúmlega sólarhringur þangað til að leikurinn hefst og ég gerir ráð fyrir að þú munir segja í dag hver verður markmaður. Leikmennirnir vita það ekki, en markmennirnir vita það. Et ilmeisesti halua tästä enempää sanoa.
En þú vilt greinilega ekki segja okkur það núna. Nei, það ger ég ekki. Looking at it from, both teams' point of view, the first game of the tournament. Í fyrsta leik mótsins, hversu mikilvægt það að vera að byrja? Það mjög mikilvægt að vera taka þátt í fyrsta leiknum. Eins og Natalía sagði, býst ég við í þessum riðli. Það fer enginn með 9 stig. Þetta þéttur riðill og ef við náum 3 stigum í fyrsta leiknum væri það mjög mikilvægt fyrir næsta leik. Og það væri þá stórt skref fyrir okkur fyrir næstu leiki ef við næðum sigri í fyrsta leiknum. No niin, vielä mainitsit ton olosuhteet, että ei ehkä ole ihan niin. Þú myndist á skilyrðin að það gæti, það ekki ofsalega heitt eða ekki eins heitt eins og við óttuðumst. En hvernig fylgist þið með hvernig leikmannum líður þessa vegna, þannig að ekkert komið óvart? Jú, við munum fylgjast með þeim mjög náið. Við erum með þjálfara til þess og næringafræðing sem hafa unnið náið með læknaliðinu, því það þarf að vera góður undirbúningur fyrir svona skilyrði og við byrjuðum að undirbúa okkur í Hollandi. Það var heitt þar en ekki eins og núna, en á meðan á leiknum stendur erum við með sérfræðinga í efstu gæðum, fólk sem klárar en ég í þessum efnum og ég viss að það verður ekki að þessum orsökum sem við töpum, við erum sterk á þessu sviði. Þetta líka fyrsta skipti sem þú ert á þessum vettvangi. Hvernig að vera í ljósunum núna? Að fá tækifæri til að sýna sérfræðing hæfni þína. Ég hef alltaf verið mesti gagnrýnandi sjálfs míns. Þegar ég var aðstoðarþjálfari á 2 mótum áður en sem aðalþjálfari það svolítið öðruvísi, þrýstingurinn meiri, aðstæðan ekki svo sama. En það það sem fylgir þessu starfi. En ég hef verið í þessari aðstöðu áður á minni kvarða. Þrýstingurinn ekkert svo mikið meiri því að það bara mikið álag í svona mótum. Maður heldur þetta sé síðasta tækifærið sem maður hefur. Ég sett þrýstingin á sjálfa mig og ytri þrýstingur hefur ekki svo mikil áhrif á mig. En auðvitað aðalþjálfarinn ber mikla ábyrgð en ég ekki svo stressaður núna, því að mér finnst pressan ekkert vera óhófleg. Emmy and Ona Siren, I hope I pronounce it right. Yeah. How do you see their development? Hvernig sérðu þróunina framundan? I know the players since they were, I think, 14. Ég þekki leikmennina allt frá því þeir voru 14 ára í landsliðinu. Og ég hef unnið með þessum aldri. Þetta var stórt skref fyrir þær að spila á öðrum vettvangi. Emmy hefur staðið sig vel í Danmörku. Og það ekki ólíklegt að hún muni ganga enn lengra á ferli sínum. Hún lék fyrir West Ham og lék mikið fyrir okkar og mjög mikilvægur leikmaður. Og þær að vaksa í hlutverkum sínum og það kemur mér ekki á óvart. Og jafnvel þegar
þegar þær voru ungar, þær voru svo ákafar, vildu stöðugt vera betri og betri. Það sem mikilvægt með þessa leikmenn, það eru svo margir núna, það eru ekki hræddar. Þegar þær fara á völlinn, þegar þeir eru í fyrri mótum, þá þarf ég ekki að hafa áhyggjur að þær gefi sig undan pressunni. Það eru bara þarna til að spila fótbolta og það er það sem þú sérð þegar þær hefja leikinn. Sitten ehditään vielä viimeiset kysymykset Markolle ja lopetellaan sen jälkeen. Einhverjar